okkur inn í salinn og finna okkur sæti. Og við veitum til þess að taka undir í þessum fyrstu söngu þar sem við ætlum að lofa Drottni saman. Og þessari síðustu samkomu í þessu húsnæði. Skulum byrja stundina að lofa Drottni. Við
lána okkur, ófegur, ókonum og fullt af fólki var að vinna. 15 mannskilskur hafa verið hér að vinna við að ferma þennan bíl. 3 ferðir voru farnir upp í Fossalinni 14 og því komið fyrir þar í vesturenda húsin sem er núna í geymsla og eiginlega verkstæði. Á öðru leyti voru 30 manns líklega að vinna þar í gær, þannig að við höfum trúlega verið 45, kannski fleiri, sem vorum alls að fást við að koma okkur hérðan og upp eftir og undirbúa það. Og tök á að þeirra hjálp vel þegin. Aðrir sem hafa ekki tök á því einhverjum hluta vegna, við bara blessum ykkur og þau bara biðja fyrir okkur og við getum allt stutt hvert á sinn hátt eftir því sem Guð leiðir okkur og gefur okkur hæfileika og krafta til. Og Guð hefur fráð okkur frá slysum og við biðjum þess að svo verði áfram. En það er mikill hugur og gleði bara í okkur að flytja. Það verður sagt, það er byrjað þegar og mun halda áfram. Við förum sér að þeim að fara hérna um mánaðamótin, fengið leyfi til að vera með svona einhverja veggi upp í þessi nokkra daga. Það tekur smá tíma að taka þetta niður, en nú erum við fram að það. Já, góða kvöldið. Ég reyndar, held ég sé nú ekki búin að vera hérna 4 ár í þessari kirkju. Ég var ekki hérna þegar hún var stofnuð, en ég var nú að reikna út svona með því satt hérna. Ég hef sannlega búin að vera frelsuð í 20 ár samt og ég var fyrst austur á Egilsstöðum og síðan á Akureyri og þegar ég flutti hingað til Reykjavíkur þá var ekkert annað í mínum huga en að athuga fyrst með þessa kirkju hvort að ég myndi ekki finna mig þar sem að ég gerði og því ég hef ekkert séð eftir því. En þegar við vorum að biðja á hann fyrir stundina þá fannst mér Drottinn gefa mér sýn sem að ég held kannski að þetta geti verið til okkar núna og það var, mér fannst bara Jesús standa hérna fyrir framan altarið og hann breidd út faðminn og hann var alveg ógnastór, hann bara svona náði hérna yfir alla kirkjuna og hérna meðfram gluggunum og hann umfaðmaði okkur all og hann svona eins og vildi sópa okkur og þjappa okkur hérna að sér og hann svona, það komu allir hérna fram að altarinu og hann umfaðmaði okkur. Andlega heimili og þetta að finna það að við tilheyrum Guði og við tilheyrum kirkju Krists, stóru kirkju og ég viss það að þessi þörf hún blundar í okkur öllum. Við þráum að tilheyra og þekkja Guð og aðstæður okkar eru svo allavega og það segir hérna áfram sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér. Það er það sem ég veit að við öll þráum að finna og allir þeir sem hafa beðið fyrirbæn. Þið þar ekki? Ef ekki þá getur aukast hann. Þetta er tækifæri til þess að gefa Guði líf sitt og leita til hans með það sem okkur ykkur að hefta. Þó að þessi kveðjustund og síðasta samkoma, það breytir einhver því að Drottinn er alltaf eins að. Og þessi stund er alveg eins mikið bara venjuleg samkoma eins og bara hver er svo lítið öðruvísi að því síðasta sinn. En Jesús er hér til að mæta þér og mér, sína hjálp og uppörn, lækning og uppörn. Og við skulum taka við. Nú skulum við rísa úr sætum og við skulum lofa Drottinn saman. Eftir það gefum við tækifæri að gefa til kirkjuna og við fáum svona fleira sem mun gerast. Og sem að þá kemur bara í ljós. En við skulum rísa úr sætinu núna þeir sem vilja að við sitja og við skulum vera nærvera Drottins og lofa hann að heilum og hjarta.
blessa nýjan stað og trúi því að hans nærvera flýti já með okkur og undan okkur á nýjan stað. Verði svo. Drottinn, við bara þökkum þér aftur. Og þú, Drottinn, hefur heyrt orð